Komið þið sæl. Við byrjum hér á að skoða stöðuna á Norður-Atlantshafi núna í dag. Sjáum hér það er lægð suðvestur af landinu og frá henni liggja skil sem ná upp að landi og það er þétt á milli þrýstilína, það er hvassviðri eða stormur hjá okkur búin að vera í dag og heldur áfram á morgun. Það er búið rigning hér sunnanvert landið og það er að fara að bæta í hana suðaustanlands og á Austfjörðum í nótt, nokkra viðvaranir í gildi. Einnig sjáum við hér bólu suður á okkur sem stefnir til norðurs, það þéttast þrýstilínu frekar hér, sérstaklega suðvestanlands, en hér sjáum við einnig að bætir í úrkomuna á morgun suðaustan og austan til, en síðan að næstu nótt dregur frekar úr henni. Það er frekar mildur loftmassi hér suður á okkur sem kemur með þessari lægðasúpu og er útlit fyrir að það hlýni heldur á morgun frá því sem var í dag og það verði nú að mestu frostlaust bara allstaðar á láglendi. Og hér sjáum við stöðuna klukkan 6 núna í kvöld, það er suðaustan austanátt, síðan þegar við horfum hér fram á veginn. Þá sjáum við hér þessi lægðabóla koma úr suðri, sjáum hér þarna bylgju sem skellur á suðaustur og austurlandi, einkum Austfjörðum og hér klukkan 8 í fyrramáli þá er þetta 15 til 23 metrar á sekúndu hér suðvestanlands, norðaustan til þá gæti alveg slegið upp í 20-22 metra á sekúndu og sjáum hér hitatölurnar allar yfir frostmarki. Á miðhálendi þá er í gildi hríðarviðvörun, það er slæmt ferðaveður og rennur hún út klukkan 10 í fyrramálið. Hér á Suðausturlandi þá er einnig úrkomuviðvörun vegna rigningar og hún rennur út á annað kvöld á miðnætti og í nótt á miðnætti þá byrjar hér hríðarviðvörun á Austfjörðum. Þetta á einkum við á fjallvegum þar og hún rennur út klukkan 8 það leyti sem þessi spá gildir en þá tekur við úrkomuviðvörun og það er búið að lýsa yfir óvissu stigi vegna ofanflóða hættu á Austfjörðum og að gera að fylgjast betur með upplýsingum það. En þegar við skoðum svo þróunina fram eftir degi, það er áframhald á þessari rigningu, það dregur úr vindinum hér vestanvert landið og einna síðast sem það dregur úr norðaustan til á morgun. Hér klukkan 3 sjáum hér hitatölurnar alveg upp í 7-8 gráður, þannig að þetta er nú að mestu leyti rigning og það er nú útlit fyrir að það verði einhver rigning víða land þó að helsti þunginn sé hér suðaustan til og alveg á Austfjörðina. En þegar við horfum síðan til annars kvölds þá er þessi viðvörun að gilda hér alveg til miðnættis og síðan sjáum við að það dregur hratt úr úrkomu og vindi. Á mánudaginn þá er nú útlit fyrir að verði sunnan 8 til 13 metra á sekúndu, hitatölurnar ekki mikið að breytast, rigning hér sunnanvert landi, jafnvel að ná kannski á Snæfellsnes. Lítið að vera á Austfjörðum en síðan þegar líður á daginn þá er að koma önnur bóla úr suðri og með henni þá er rigning á þriðjudaginn á Austfjörðina og hér víða sunnanvert landið heldur að kólna hjá okkur þannig að eitthvað af þessu gæti fallið sem slytta, ekki mikill vindur í þessu eins og sjá má en fylgjumst betur með hverju framvindur í þessum málum. Í Evrópu þá er lægð hér sem er að dúndra úrkomunni til okkar, einnig að dúndra úrkomu og vindi á Bretlandseyjar. Það er vindaviðvörun í gildi þar. Í Skandinavíu er kalt, hægur vindur og bjart, ljómandi fínt vetrarveður þar. Hæð sem stjórnar hér megin hlutanum í Evrópu, frekar svona svalt í veðri og hægur vindur, en hér suðaustan til þá eru rauðar viðvaranir vegna snjókomu í Grikklandi, en þegar vestar dregur þá nú bara frekar hlýtt á Íberíuskaganum og hægur vindur, jafnvel bjart. Í Vesturheimi þá sjáum við að það eru nokkrir vetrarstormar sem eru á sveimi hér suðaustan til og svo er mjög kalt í Kanada, jafnvel 30 stiga frost. Einnig hér miðbiki er snjóstormur og sömuleiðis hér norðvestan til.
En hjá okkur á morgun það er suðaustan eða austan 13 til 23 metrar á sekúndu í fyrramálið, rigning víða um land en talsverð rigning suðaustanlands og á Austfjörðum þar sem gula viðvaranir í gildi alveg til miðnættis annað kvöld. Segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.